Félagsleg einangrun að aukast í öllum aldurshópum allan heim. Hefur þú á tilfinningunni að einhver í þínu nærumhverfi sé að einangrast félagslega? Þegar fólk einangrast félagslega er ólíklegt að það láti vita. Ef þið grunar að einhver nálægt þér sé að loka sig af, þá er stundum best að spyrja og vera tilbúin að hlusta. Við getum breytt miklu bara með því að hafa samband. Höfum auga með vísbendingum. Er fólk hætt að hringja eða svara símtölum eða skilaboðum? Hefur það breytt venjum sínum, hætt að koma í sund, mæta á fundi eða sinna félagsstarfi? Er það orðið ólíkt sjálfu sér? Stundum höfum við bara á tilfinningunni að það sé ekki allt eins og það á að vera. Spyrjum frekar en að sleppa því. Jafnvel þó fólk vilja ekkert ræða, þá allavega veit það að okkur er ekki sama, að það er einhver sem tekur eftir. Það getur verið vandræðalegt að hefja samræður við einhvern sem okkur sýnist að það er erfitt. Sérstaklega ef við þekkjum einstaklingin ekki vel. Þá getur verið gott að búa sér til ástæðu. Ef þetta er nágranni, gætum við fengið eitthvað lánað og gætum við rætt málefni hverfis eða húsfélags augliti til auglitis í stað þess að senda tölvupóst. Hægt er að bjóða upp á að koma seinna ef illa stendur á, passa að vera sjálf í góðu jafnvægi og láta vita að við höfum tekið eftir breytingu. Það er langt síðan ég hef séð þig. Hvernig hefur það? Þegar við hefjum samskipti er mikilvægt að vera tilbúin til að hlusta. Við þurfum ekki að leysa vandann, bara hlusta. Viltu kaffi meðan við spjöllum? Pössum að vera ekki að flýta okkur og reynum að grípa ekki fram í. Látum vita að við höfum áhyggjur og séum tilbúin að hlusta. Til að fá nánari upplýsingar eða aðstoð varðandi félagslega einangrun má fara á island.is/félagsleg-einangrun. Í alvarlegri tilfellum mælum við með að hringja í 1717 hjálparsíma Rauða krossins eða í neyðarlínuna 112. Tölum saman og höldum sambandi. Þannig drögum við úr félagslegri einangrun.